Góðan dag. 11. fundur sveitarstjórnar Múlaþings sem aukafundur, haldinn í fjarfundi, hér með settur. Á dagskrá eitt mál sem ársreikningur 2020 og ég gef sveitarstjóra Birni Ingimundssyni orðið. Gjörðu svo vel, Björn. Takk fyrir það. Ársreikningi Múlaþings fyrir árið 2020 sem hér til fyrri umræðu í sveitarstjórn. Ég mun ekki fara ítarlega yfir niðurstöður ársreikningsins en vísa til þess að hann verður birtur á heimasíðu sveitarfélagsins ásamt fréttatilkynningu í framhaldi af fundi sveitarstjórnar hér í dag. Rekstrarafkoma Múlaþings árið 2020 var neikvæð 110 milljónir króna samkvæmt samstæðureikningi sveitarfélagsins en fjárhagsáætlun með viðaukum gerði ráð fyrir 215 milljón króna rekstrarafgangi. Rekstrarafkoma A-hluta var neikvæð 172 milljónir króna en fjárhagsáætlun með viðaukum gerði ráð fyrir 50 milljón króna rekstrarhalla. Fræðslu og uppeldismál eru langstærsti málaflokkurinn en til hans runnu 2,9 milljarðar króna nettó á árinu 2020 eða 56% af skatttekjum sem hækkun 305 milljónir króna frá árinu áður. Til félagsþjónustu var beitt 571 milljónir króna sem nánast óbreytt á milli ára og eru þar með talin málefni fatlaðs fólks sem sveitarfélagið hefur sinnt frá árinu 2011. Æskulýðs- og íþróttamál eru þriðja stærsta verkefni sveitarfélagsins en til þeirra mála var varið 578 milljónir króna. Hækkun milli ára nemur 101 milljónir króna og að stærstu hluta má rekja þó hækkun til áhrifa af COVID-19, annars vegar vegna samdráttar í tekjum og hins vegar átaks í atvinnusköpun á svæðinu. Til sameiginlegs kostnaðar varið 572 milljónir króna og hækkun milli ára 171 milljón króna en hafa bara í huga sú hækkun kemur að stærstum hluta til vegna kostnaðar við sameiningu sveitarfélaganna sem mætt var með framlögum úr jöfnunarsjóði koma fram í auknum tekjum. Fjárfestingar samkvæmt samstæðureikningi Múlaþings námu 800 milljón króna árið 2020 en þar af námu fjárfestingar eignasjóðs 474 milljón króna og vega þar þyngst fjárfestingar í íþróttamiðstöðum og Egilsstöðum 151 milljón króna, í Djúpavogsskóla 75 milljónir króna, í áhalda húsum 47 milljónir króna og fjárfestingar vegna gatna og gangstígar 47 milljónir króna einnig. Í fjárfestingum B-hluta námu þyngst fjárfestingar Hitaveitu Egilsstaða og Fella 176 milljónir króna og félagslegra íbúða 90 milljónir króna. Skuldir og skuldbindingar samstæðu A og B-hluta námu í árslok 2020 10 milljarðar og 412 milljónir króna og hækka 732 milljónir króna frá árinu 2019. Innifalið í þeirri hækkun meðal annars framlag ríkisins og Landsvirkjunar til framkvæmda við menningarhús og Egilsstöðum samanlagt upp á 350 milljónir króna sem fært til skuldar þar sem það var ekki nýtt til framkvæmda á árinu 2020. Skuldaviðmið samkvæmt reglugerð fjárhagsleg viðmið fyrir samstæðureikning A og B-hluta 109% í árslok 2020 en skal samkvæmt sveitarstjórnarlögum vera að hámarki 150%. Stjórnvöld hafa hins vegar ákveðið að hella hámarksviðmið úr gildi tímabundið með vísan til aðstæðna skapast hafa vegna COVID-19. Veltufé frá rekstri í samstæðu nam á árinu 2020 620 milljón króna sem 154 milljón króna lægra en áætlun gerir ráð fyrir og einnig nokkuð undir afborgunum langtímalána. Þessu veldur einkum þrennt. Lækkuð framlög jöfnunarsjóðs sem rekja má til samdráttar í tekjujöfnunarsjóðs vegna COVID-19, hækkun launakostnaðar í kjölfar kjarasamninga sem nemur umtalsvert hærri fjárhæð en aukning rekstrartekna sveitarfélagsins á milli ára og samdráttur í tekjum hafnarsjóðs rekja má einkum til þess að komu skemmtiferðaskipa lögðust nánast af á árinu vegna COVID-19.
Í samþykktir af fjárhagsáætlun Múlaþings fyrir árið 21 til 24 eða 2021 til 24 gert ráð fyrir áframhaldandi þungum rekstri á yfirstandandi ári og það muni taka okkur 2 ár til viðbótar að ná ásættanlegri stöðu í rekstri sveitarfélagsins. Í þeirri fjárhagsáætlun ég vísa hér til hins vegar gert ráð fyrir umtalsverðum fjárfestingum miða að uppbyggingu innviða innan sveitarfélagsins. Það mikilvægt að við höldum þeim markmiðum við höfum sett okkur hvað þetta varðar en einnig að við séum meðvituð mikilvægi þess að halda okkur innan þessa ramma lagt hefur verið upp með. Að lokum vil leggja áherslu á að þrátt fyrir að við séum að upplifa aðstæður nú sem auðvelda okkur ekki beint að fara í allt það við kýsum, þá sveitarfélagið Múlaþing þeim gæðum búið sé horft til fjölbreytileika atvinnulífs, náttúruauðlinda, menningar og mannauðs að til lengri tíma litið þá ég sannfærður að okkur muni farnast vel. Leið og ég þakka bæði kjörnum fulltrúum og starfsfólki sveitarfélagsins fyrir árangursríkt og ánægjulegt samstarf á liðnu ári sem margt hefur verið sérstakt, þá legg ég hér með ársreikning Múlaþings fyrir árið 2020 fram til fyrri umræðu. Takk. Bestu þakkir fyrir þetta, Björn. Fyrir fundinum liggur eftirfarandi tillaga. Sveitarstjórn samþykkir að vísa ársreikningi og drögum að endurskoðunarskýrslu Múlaþings til annarrar umræðu í byggðarráði og sveitarstjórn. En orðið laust undir þessum lið. Það hefur engin... Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórusdóttir hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Hildur. Já, takk fyrir þessa góðu yfirferð. Mig langar að biðja Björn að segja okkur frá því hvað liggur á bak við tölunar, það sem farið 90 milljónir fram yfir hjá Djúpavogsskóla og einnig þar sem ónýtt fjármagn sem var búið að eyrnamerkja sparkvöllum og íþróttavöllum. Takk. Spurning hvort að þú bregst við núna, Björn? Já. Ég í sjálfu sér ekki með nákvæma greiningu á því hvað liggur á bak við þessari framúrkeyrslu. Ég reikna með að þarna hafi orðið í framkvæmdinni, hafi komið í ljós hlutir sem menn hafi kannski ekki alveg gert ráð fyrir í upphaflegri áætlun varðandi skóla. Hvað varðar sparkvellina, þá held ég að það sem að kannski vegur, það kannski tvennt sem að þarna vegur, það annars vegar fyrirhugaðar framkvæmdir við sparkvöll og suðusvæði hér á Egilsstöðum sem að hafa færst yfir á þetta ár að stórum hluta og eins held ég að þarna hafi verið inni og þú getur nú kannski leiðrétt með ef ég að fara með einhverjar, ef ég fer með rangfærslur, Hildur, að þarna hafi verið inni áætlun vegna íþróttavallarins á Seyðisfirði. Þannig að það hafi verið gert ráð fyrir einhverju fjármunum til þess. Takk fyrir þetta, Björn. Sveitarstjórnarfulltrúi Stefán Bogi Sveinsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Stefán. Jú, forseti og ágætt að funda fólk. Ég ætla nú bara aðeins að taka til máls hér við þessa fyrri umræðu og til að byrja með til þess að taka undir með sveitarstjóra og þakka kærlega öllum þeim sem hafa komið að vinnu í gerð þessa ársreiknings. Ég held að það verður ekkert ofmetið það framlag sem að starfsfólk á fjármálasviði og náttúrulega í samstarfi við endurskoðendur og aðra hafa lagt fram til þess að koma þessum ársreikningi saman. Þetta alltaf ákveðið átak lítur að vera að sameina sveitarfélög með þessum hætti og mjög mikil og góð vinna þarna baki sem þakkar verð. Reikningin sjálfan, ég hef stundum sagt að það sé ekkert gaman ársreikningum, þeir séu bara sagnfræði, það sé ekkert hægt að gera við þá nema nota til vitnisburðar fortíðina, en við gerum fjárhagsáætlun og getum við móta framtíðina. En þessi reikningur þó vitnisburður það sem við svo sem vitum öll að það gefur á bátinn hjá samfélaginu öllu og sveitarfélagið það ekkert undanskilið. Og það hefur verið nefnt þarna vissulega einn hlutur sem kemur mjög þungt inn í þennan ársreikning eru launahækkanir og
ég vildi nú bara kannski segja það, þá skoðum mín auðvitað það er staðreynd að það er tölverð aukning í launakostnaði. Þó að með minnist á það, þá er ekki þar með sagt að við séum eitthvað að barma okkur undan því þannig lagað eða teljum að þetta hafi verið eitthvað umfram það sem að eðlilegt eða æskilegt sé. Stórum hluta til er þetta starfsfólk í stofnunum sveitarfélagsins sem að sinna börnunum okkar og sinna skjólstæðingum sem að standa með einhverjum hætti höllum fæti í samfélaginu, og það er auðvitað bara mikilvægt að við leitumst við að launa þau störf eins vel og okkur er unnt. Þannig að það er ekki það að maður sjá eftir þessum peningum, en það sem að kemur auðvitað fram við svona er það, þetta er áskorun, og það er kannski sérstaklega áskorun vegna þess að þetta hittir á sama tíma og við erum að upplifa tekjur samdrátt sem kemur rauninni tvisvar fram, bæði í tekjur sveitarfélagsins sjálfs og svo náttúrulega verulegur tekjur samdráttur í Jöfnunarsjóð sveitarfélaga sem þýðir lægri framlög úr honum okkur til handa. Þannig að þetta er verkefni sem við þurfum að sjá fram úr og gera það af skynsemi, en ég held að svona það er megin línur sem lagðar hafa verið til næstu ára séu gott veganesti, og við eigum að komast í gegnum þennan breiðskapl, og kannski ekki síst fyrir það að þetta sveitarfélag sem við bjuggum til hér í fyrra, að það stendur mjög traustum fótum og getur einmitt tekist á við áföll af þessu tagi. Takk. Takk fyrir þetta, Stefán. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur beðið um orðið. Gjörðu svo vel, Þröstur. Já, forseti, aðri fundamenn. Ég ætla að taka undir orð síðasta ræðumanns hér varðandi að bara koma þessum ársreikningi saman og fjárhagsfjárlögum annað, og bara nýta tækifærið og þakka því ágæta starfsfólki og öðrum sem hafa komið að því á fjármálasviðinu víðar að koma þess saman. Ég held að það hafi ekkert verið rosalega einfaldir mánuðir upp á síðkastið eftir þessu sameiningu. Þetta verður flókið og snúið verk. Sagnfræði sagði sveitarstjórnarfulltrúi Stefán Bogi Sveinsson hérna áðan, og það er alveg hárrétt, en sko sagnfræði kannski dálítið til þess að læra af henni, og þessi ársreikningar eru mikilvægir til þess að svona sjá hver staðan er og læra hvert þróun er að fara og svo framvegis, og já, það er ýmislegt athyglisvert í þessu, og hann kannski endurspeglar þetta sem er kannski alltaf í ársreikningum flestra sveitarfélaga. Það er þessi eilífi bardagi tekna og útgjalda, og það sem að útgjöldin vilja skríða fram úr tekjunum og menn lenda í lántökum. Ég er eiginlega með svona eina kannski svolítið pólitíska spurningu, vegna að sveitarstjórnarfundir eiga að vera pólitískir. Svolítið pólitíska spurningu til meirihlutans, og sko það er nú svoleiðis á landsvísu að sjálfstæðismenn þeir saka okkur miðflokksmenn núna að hafa stolið slagorðinu báknið burt. Ég rek augun í það í þessum ársreikningi sem svo sem engin launung að sko starfsmönnum og stöðugildum hefur ekki fækkað við sameiningun, heldur þeim hefur fjölgað. Og eitt af markmiðan með sameiningunni var einmitt kannski að sko draga úr kostnaði. Þannig að báknið allavega svona ef litið beint á starfsmannatöluna hráa, það er að stækka, og ég svona hef nú svona dálítið tilfinningu fyrir því að í þessum opinbera geira frábrugðið frá því sem er í einkageiranum, þá er mun erfiðara einhvern veginn að fækka starfsmönnum heldur en að fjölga þeim. Þannig að spurningin til meirihlutans er sko, ætla menn að gera eitthvað í hlutunum báknið burt, eins og sjálfstæðismenn vilja eiga það slagorðin. En það kemur þarna berlega fram til þess að starfsmönnum hefur fjölgað úr 503 í 519. Og ég tel það áhyggjuefni vegna þess að mér fyndist það rétt að í sameiningarferli að þá ætti að koma fram ákveðin hagræðing og starfsmönnum ætti að fækka. En vonandi gengur þetta nú allt vel, og vonandi gengur líka á hinni hliðinni vel í framtíðin að auka tekjurnar. En samt sem áður, ég beini þessum áhyggjum mínum til meirihlutans, hvort þeir ætla að gera eitthvað í því að draga úr báknum. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Þröstur. Sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa Svavarsdóttir hefur beðið um orðið. Gjörðu svo vel, Berglind. Já, takk fyrir.
ætli ég bara byrja ekki á að svara þessari spurningu frastar eftir því sem hægt er. Auðvitað vil ég ekki stækka báknið eins og þú segir og það er ekki það sem við stefnum að. En nú vorum við að sameina hérna sveitarfélög og það er náttúrulega farið eftir fjárhagsáætlunum sem að liggja fyrir og það var náttúrulega ákveðin stefna að styrkja stjórnsýsluna af einhverju magni en þegar maður sér nú loka tölur og þá finnst manni nú kannski ansi mörg stöðugildi koma og það er náttúrulega staðreynd eins og við sjáum að rekstrarhalli er náttúrulega, í samstæðinu á B er 110 milljónir en samkvæmt áætlunum þá snýst þetta vel við ár frá ári sem betur fer. Laun hækka alveg gífurlega og það náttúrulega kemur okkur óvart og þegar áætlanir gerðu ekki ráð fyrir 300 milljónum í launum, það átti að hækka eitthvað ákveðin 300 milljónir er niðurstaðan og var mun meira en áætlað var og það kemur alltaf illa við okkur og eins með tekjur Hafnarsjóðs. Við höfum náttúrulega haldið inni, ef maður væri á eðlilegu ári þá myndi maður nú kannski draga úr einhverjum framkvæmdum og fleiru en eins og viðbrögð við COVID hafa verið að við höfum haldið inni öllum framkvæmdum og haldið þessu gangandi. Vinnu og framkvæmdum í þessu sveitarfélagi og það eru rétt viðbrögð á þessum stundum. Ég vonast nú til þess eins og áætlanir sýna fram á að rekstrarniðurstaðan verði mun betri núna ár frá ári og við sjáum það að okkur vantar verulega tekjur úr Hafnarsjóði og skatttekjur og það var dregið niður úr jöfnunarsjóði og þegar ferðamenn fara að streyma á svæðið og versla við okkar fyrirtæki og ríkissjóður stendur ágætlega þá trúi ég nú ekki öðru en að við snúum þessu við. En ég er alveg sammála því að það fer alveg gífurlegt fjármagn í laun og launatengd gjöld og þennan flokk verðum við að skoða vel. Þannig ég styð þar nú. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Berglind. Sveitarstjórnarfulltrúi Jódís Skúladóttir hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel Jódís. Já, góðan daginn, kæra fundarfólk, forseti og aðrir. Mig langaði nú bara aðeins að nefna það að við erum þarna að sjá hvar liggja mjög stórir eða þungir útgjaldaliðir og það er auðvitað eins og kom fram, skólamálum og annað, en það er bara svo mikilvægt að við séum samt meðvituð það að við þurfum að gera betur þar. Skiljið, þetta ekki liðir sem eru svona stórir hjá okkur sem að við getum horft til þess að minnka. Það er engin önnur lausn en að auka við tekjurnar. Við erum að byggja nýjan leikskóla. Það er mikillar uppbyggingar þörf í næstum öllum grunnskólum ef ekki öllum í sveitarfélaginu. Tónskólar eru í vanda og það er ýmislegt sem að. Þannig að ég held bara að leggja áherslu á það að við séum ekki að fara að skera eitthvað niður þar þó að þetta sé stór baggi. Og svo langaði mig bara að koma því að sem nýtt stórt, öflugt sameinað sveitarfélag þá búum við yfir ótal tækifærum og þegar að staðan er svona, við viljum bara hækka tekjurnar, ekki draga úr þjónustu eða minnka lífsgæði íbúana sem hér eru, þá er svo mikilvægt að við horfum einhvern veginn raunhæft og fjölbreytni sé lykilorð. Við megum ekki fókusa og treysta á einhverja eina atvinnugrein. Við getum ekki þvingað eitthvað inn á íbúa sem þeir ekki vilja. Við þurfum að gera það í samtali við íbúa. En hér við eigum heita vatnið, við eigum fiskisjónum, við eigum landbúnað, við eigum ótrúlega mörg og öflug tækifæri og þangað eigum við að horfa. Við verðum bara, það sem ég vil sagt hafa það, við verðum að auka tekjur sveitarfélagsins og til þess höfum við alla burði. Ekki að draga úr þjónustu eða skerða. Mér langaði bara að koma við að. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Jódís. Skil ég það ekki rétt? Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur, þú hefur beðið orðið aftur. Eða er þetta gamla hendin? Ekki það bláa hendin, nei, hefur ekki beðið orðið aftur. Sveitarstjórnarfulltrúi Stefán Bogi Sveinsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Stefán.
Jú, forseti og ágæta fundafólk. Það nú bara í tilefni af því að sveitarstjórnarfulltrúinn Þröstur Jónsson beindi fyrirspurn til meirihlutans og ég telst nú vera hluta af honum. Það nú hins vegar þannig að ég kannski blessunlega þarf ekki að axla ábyrgð á þessu gamla og margtugna slagorði sjálfstæðismanna báknið burt. En allar nú samt aðeins að minnast á það í þessu samhengi. Sko, í fyrsta lagi þá held ég sé mjög mikilvægt að halda því til haga að það var einn af lykilþáttunum einmitt við alla vinnuna í aðdraganda sameiningarinnar að það væri ekki sko, fjárhagsleg hagræðing væri ekki einn af hvötunum sérstaklega fyrir sameiningunni. Það er að segja, menn sæju einmitt ekki fyrir sér og það var, menn hafi vandað sig við það að lofa ekki því að hlutirnir yrðu eitthvað ódýrari. Heldur kannski fyrst og síðast þannig að menn sæju fram á það að geta nýtt betur þá fjármunir sem væru, nýtt krafta starfsfólks í stjórnsýslunni betur og ná þannig meiri og betri þjónustu út úr rekstrinum. Það breytir því þó ekki að þarna á sér stað ákveðin aukning sem ég held að við ættum bara að reyna að sjá og reyna að átta okkur á því hvar liggur, hún getur legið býsna víða. Við farið yfir það áður langstærsti hlutinn af því sem við erum að gera sem sveitarfélag snýr að því að veita íbúum þjónustu og flesti starfsmenn eða langflest starfsfólk sveitarfélagsins vinnur til dæmis í skólum. Þar fer mönnun meðal annars til dæmis bara eftir hvað eru margir nemendur með sérþarfir og svo framvegis. Þannig að fjölgun starfsfólks getur átt sér margar og kannski jafnvel bara jákvæðar skýringar. Ef við erum að tala bákni þá nú stundum þá nú kannski oftast verið að vísa til stjórnsýsluna sem slíkrar og þetta má alltaf velta því fyrir sér hvort það er verið að fjölga of þar en ég vil þó segja það að ég held að stjórnsýslan hún miðast nú við það sama og ég nefndi áðan varðandi stofnanirnar, það er að segja veita íbúum þjónustu. Þjónusta verður ekki veitt nema það sé einhverja hendur til þess að veita hana. Og það gildir hvort sem út að tala fjármálasviði, hvort sem út að tala skipulags- og umhverfissviði, skólan eða hvar sem er. Þannig að ef við viljum veita íbúum góða þjónustu, ef við viljum hlutinni gangi vel fyrir sig, þá þurfum við auðvitað að ætla mannafla í það. Af því að við getum mjög auðvitað skorið okkur niður til tjóns ef við erum ef við fækkum einfaldlega stöðugildum í stjórnsýslu og þá en verkin hverfa ekkert, verkefnin gufa ekkert upp. Þannig að en auðvitað þurfum við bara alltaf að vera vakandi fyrir því hvort að það sem við verðum að gera sannarlega að skila því sem við viljum að það sé að skila. Þetta verða alltaf svolítið einkennileg ár, þetta fyrsta, annað ár sameiningar og tala nú ekki það sem að yfir hefur dunnið á sama tíma, bæði COVID og náttúruhamfarir hér í þessu sveitarfélagi og við höfum alveg séð þess stað einmitt í mönnunarmálum hjá okkur að við höfum þurft að bregðast við aðstæðum sem voru ekki fyrirséðar og við erum kannski beðið meiri umsetningu heldur en við höfum séð fyrir þegar við fórum inn í sameininguna. En það á þá eftir að leiðrétta sig þegar hægist. Og ég held að þetta snýst svolítið hugafar. Það að segja báknið burt. Báknið vísa til þess að þetta sé bara eitthvað fyrirbæri sem bara fyrir sig sjálft. Það sé bara að þvælast fyrir. En ég vil horfa þannig á það að stjórnsýslan okkar sé til að þjónusta og að þessar hendur sem við ráðum til starfa, þær séu til þess að bæta lífsskilyrði íbúana og það þarf þá að sýna mig fram á það að svo sé ekki til þess að ég fari eitthvað að taka undir það að það sé ástæða til þess að fækka þeim eða skera niður í þessari þjónustu eða innan þessara stjórnsýslu. Takk. Þakka þér fyrir, Stefán. Sveitarstjórnarfulltrúi Elvar Snær Kristjánsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Elvar. Forseti, ágæta fundafólk. Það er kannski flest, margt að komið fram sem ég ætlaði nú að segja, en ég ætlaði að hnykkja þessum að undirbúningsnefndin lagði ekki upp með það að hagræða í sameiningunni. Heldur að einmitt að auka þjónustuna. Það hefur náttúrulega verið gert meðal annars að fjölga starfsfólki. Þannig að og svo náttúrulega eins og hefur komið fram og við veitum náttúrulega þá koma inn í þetta ófyrirsjáanlegar aðstæður, COVID og náttúruhamfarir sem að taka tíma frá starfsfólki til sem að annars hefði verið þá inn í að bæta þjónustuna á ýmsum sviðum og
Þannig að ég held að þessi verið að bara allar hendur að dekki að bæta þessa þjónustu og ég líti ekki á þetta sem bákn en það hafa hins vegar verið ákveðnar aðstæður sem hafa kannski hamlað þessum framförum eða endurbótum á þjónustu sem ég held að verði bara verið að vinna í rauninni og þessari samþættingu eða betri nýtingu starfsfólk sem var fyrir. Ég segi það fyrir mína parta, ég held að mögulega mætti hefði mátt vera skipuleggja það einhverju leyti öðruvísi en það alveg verið eins og ég held að sé ennþá vera að skipuleggja það þannig að já þannig að það bara verið að reyna myndi segja verk í vinnslu. Takk. Takk fyrir þetta, Elvar. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórisdóttir hefur beðið orðið, ekki svo vel, Hildur? Já, forseti og fundarmenn, ég tek undir sem hefur komið hér fram, þá var ekki markmiðið með þessa sameiningu að spara fjármuni, heldur að auka slagkraft í stórum hagsmunamálum eins og samgöngum og bæta þjónustu við íbúa. Skipulagssviðið var undirmannað og fremur veikburða. Þannig að það er kannski mesta fjölgun sem átt sér stað þar og ekki veitti af. Hamfarirnar á Seyðisfirði hafa náttúrulega tekið mikinn tíma og orku frá starfsfólki þar sem hefur staðið sig gríðarlega vel í öllum þeim verkefnum sem þeim fylgdu. Þannig að það var þörf á því að fjölga starfsfólki, sérstaklega á skipulagssviðinu. Takk. Takk fyrir þetta, Hildur. Forseti hyggst taka til máls og biður fyrsta varaforseta að taka við stjórn fundarins. Gauti Jóhannesson, sveitarstjórnarfulltrúi, hefur beðið orðið og á eftir honum talar Þröstur Jónsson, sveitarstjórnarfulltrúi. Gjörðu svo vel, Gauti. Takk fyrir það, forseti og gott fundarfólk. Það er nú eins og gerist þegar margir ná að tala, það er nú hluti af því sem ég ætlaði að koma fram, hefur komið fram nú þegar, en ég vil bara árita það sem hefur komið fram hér, að það var aldrei sett sem megin tilgangur þessara sameiningar að ná fram hagræðingu þó að af sjálfu leiðir, að þegar að frá líður, þá hlýtur hagræðing að eiga sér stað samhliða. Meiningin var alltaf svo að bæta þjónustuna og það er eftirtektarvert í því samhengi að þrátt fyrir það að svo miklir og háir fjármunir fari í, eins og við erum búin að ræða hérna fræðslubatteri hjá okkur, þá er samt sem áður gert tilkall til aukinnar þjónustu og ég hef á tilfinningunni að það sé ástand sem að kemur til með að vara. Ég er innilega sammála sveitarstjórnarfulltrúa Jódísi Skúladóttur varðandi það að til þess að standa undir þeirri þjónustu sem að fólk orðið vant og gerir kröfu þá þurfum við og erum í þeirri aðstöðu að við verðum að auka tekjur sveitarfélagsins. Og það verður bara gert með því að renna fjölbreyttari og styrkari stoðum undir atvinnulífið á svæðinu. Það er eina leiðin fyrir okkur til þess að eiga fyrir þeirri þjónustu sem fólk er orðið vant, gerir kröfu og á rétt á. Og þetta er klárlega verkefni sem við þurfum öll að einhenda okkur í og það er okkar sveitarfélagsins að gera fólki kleift að stíga fram bæði frumkvöðlum og þeim sem eru starfandi fyrir til þess að auka tekjur innan sveitarfélagsins. Mér langar svo að síðustu gleðjast yfir því að það skuli vera fleiri en ég sem hafa trú á mætti Sjálfstæðisflokksins því að sitjandi meirihluti hefur nú setið í 3 mánuði. Á þeim tíma hefur við verið að fást við COVID, við höfum verið að fást við náttúruhamfarir og við höfum verið að fást við fyrirhöfnina sem hlýst af því að sameina 4 sveitarfélög. Og það að ætla okkur á þessum tíma að hafa tekið upp niðurskurðarhnífinn þegar kemur að starfsmannahaldi, það finnst mér vel í lagt og mikil bjartsýni. En ég efast hins vegar ekki að við stefnum öll að sama marki sem efling þessa
ágæta sveitarfélags okkar og það gerum við með því að fjölga fjölbreyttum atvinnutækifærum. Takk. Gauti Jóhannesson hefur lokið máli sínu. Næstu tekur til máls Þröstur Jónsson, sveitarstjórnarfulltrúi og forseti tekur á nýju stjórn fundarins. Já, forseti, aðri fundamenn, niðurskurðarhnífurinn kom hér á eins og lofti í máli sveitarstjórnarfulltrúa Gauta áðan og ég var nú ekki að benda á það ætti að eitthvað skera allt niður við trog. Ég var bara að benda þá staðreynd að starfsmönnum hefur fjölgað og slíkt alltaf svona tilefni til þess að sýna aðhald og velta fyrir sér af hverju það og það nauðsynlegt. Og sko, svo hér talað að markmið sameiningar ætti ekki að vera hagræðing. Sko, það til það sem heitir hagræðing án þjónustuskerðingar og það kannski það sem að maður sá fram á við þessa sameiningu að sameiningin orsakaði það að hlutirnir nýttust betur án þess að tilkæmi þjónustuskerðing. Svo sem bara loki þessum pakka með þennan aðhaldshluta. Hitt sem að ég vildi kannski koma að máli með og bara gott að Jódís hér áðan myndi með á það, ég ætlaði einmitt að tala um það og það menntamálin okkar. Ég svo hjartanlega sammála henni, eina ferðin að skólamálin eru gríðarlega mikilvæg. Þau líka taka yfir, fræðslamálin taka yfir helming af tekjum sveitarfélagsins. Og ég hef haft svolítið áhyggjur og spurt mjög margra spurninga varðandi þennan blessaða samning sem var gerður á síðustu öld milli ríkis og sveitar þegar sveitarstjórnir tóku yfir, eða sveitarfélagin tóku yfir rekstur skólana, hvort að fjárveitingar frá ríkinu hafi fylgt í samræmi við þá þróun sem hefur orðið í skólakerfinu. Ég hef lítið fengið annað en loðin svör við því, ég hef reynt að leita mér upplýsinga og ég eiginlega týnist og eitthvað verið að garfa í þessu á sviði sambandssveitarfélaga en ég sé ekki alveg svona neitt til, hvað maður að segja, ég sé lítið ljós þar allana, þannig að það virðist eiginlega enginn gera sig grein fyrir þessu og þetta gríðarlega mikilvægt að þetta svona fara að koma dálítið skýrt fram vegna þess eða að draga mikið í sundur og hefur það gríðarlega áhrif á það hvað sem sagt mikið af bara hinum opinbera kostnaði þá flytjast yfir á sveitarfélaginu ef það að gerast sem það átti aldrei að gera og var aldrei meiningin í upphafi þegar þessi samningur var gerður. En alveg hárrétt hjá Jódísi að þetta eitt af mikilvægustu málaflokkunum hérna og hún nefndi líka aukatekjurnar og það þýðir oft það að fyrir sveitarfélag, tekjurnar eru sem við getum aukið fyrst og fremst tekjuskattur og fasteignagjöld, ekki fáum við hlutdeild í hagnaði fyrirtækja eða slíku. Þannig að til þess að auka það þarf væntanlega að fjölga fólki. Leið á fólki fjölgar að þá þýðir það ákveðna fjárfestingu hjá sveitarfélaginu í skólum, í gatnakerfi, í leikskólum og svo framvegis og við höfum nú kannski verið að reka okkur svolítið á þar að það gengur hægt og jafnvel illa og allt of dýrt að byggja upp til að mynda leikskóla og það var alltaf fyrirbúið að hanna nýjan leikskóla þá hann sprunginn. Þannig að ég held að sveitarfélagið þurfi mjög núna að setjast yfir þau mál og leita nýrra og kannski fara út fyrir boxið hans í hugsun við uppbyggingu þessara dýru mannvirkja vegna þess að bara ískalt að þá þýðir það að hvert skipti sem bara velkomin barnafjölskylda flytur í sveitarfélagi, það þýðir það ákveðna fjárfestingu sveitarfélaginu líka og hún má ekki fara út fyrir öll bönd þannig að það sé hreinlega kannski jafnvel verið bara óhagkvæmt að fólk flytji í sveitarfélagið. Þannig að ég vil svona koma að þessu að menn líti til þessara að hluta í komandi fjárfestingum. Já, annað held ég að hafi nú ekki verið bara. Þakka góða umræðu. Takk. Takk fyrir þetta, Þröstur. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs þar til nú að sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson biður orðið. Gjörðu svo vel, Eyþór. Já, forseti og annað fundafólk. Ég ætla nú kannski, ég veit ekki hvort það var mismæli, mér fannst formaður byggðarráðs Berglind Harpa segja að þetta hefði verið 300 milljóna króna aukning í launakostnað, það var ekki alveg rétt með farið ef hún sagði það er
eitthvað 550 milljónir samkvæmt ársreikningnum, sýnist mér milli ára. Og svo sagði forseti sveitarstjórnar að meirihlutin hefði bara verið starfandi í 3 mánuði, en ég held að það sé nú aðeins meira. En það er nú bara titlíkaskítur sem bara má til með að nefna hann. En gott og vel, ég vildi nú bara svona í ljósi þessar umræðu hagræðingu, það var nú talað, það var nú aldrei talað á þeim línum að það var sagt að það ætti enginn að missa vinnuna út af sameiningu og þar með náttúrulega svolítið tónninn sleginn með það að það sem sumir vilja kalla bákn allavega ekki að fara að minnka þá í því holli. Þó að það kannski á endanum gerist, en ég vil bara hvetja okkur sem hér sitjum því að menn segja að þetta, menn svona láti í það skína að þetta eigi sjálfkrafa eftir að gerast og það sem að sporin sem hræða að einhverju leyti eru þau að ástæðan fyrir hagræði að það færist allt miðsvæðis og ég vil bara segja það upp á tér að við skulum vanda okkur að það færist ekki allt miðsvæðis og þess vegna held ég að stjórn eða svona kostnaðurinn við báknið innan gæsalappa eigi eftir að það sé ætti að mínu viti að vera lengri í að svona hagræði þess vegna náist vegna þess að mér finnst að sveitarfélagið þurfi að fjárfesta í jaðarbyggðunum þannig að starfsemi sveitarfélagsins geti verið unnin þar. Og þá er saman hvort það heiti Borgarfjörður, Djúpivogur eða Seyðisfjörður eða Fellabær eða hvað sem við vilja kalla jaðarbyggðir í þessu nýja sveitarfélagi. Takk fyrir. Takk fyrir Þór. Fleiri hafa ekki kveðið sér hljóðs. Í framhjólaupi í tilefni af orðum Eyþórs varðandi mánuðina 3, þá eru mánuðirnir sem ég ræddi október, nóvember, desember sem ná til þess ársreikning sem við vorum að fjalla og þar sem ég átti við. En fleiri hafa ekki kveðið sér hljóðs. Tillagan sem liggur fyrir fundinum eftirfarandi. Sveitarstjórn samþykkir að vísa ársreikningi og drögum að endurskoðunarskýrslu Múlaþings til annarrar umræðu í byggðarráði og sveitarstjórn. Hreyfi enginn við þessum andmælum, þá lít ég svo á að þetta sé samþykkt samhljóða. Sem það þá dagskrá þessa fundar tæmd og hér lýkur útsendingu. Takk fyrir.